svo vel. Já, takk fyrir. Eins og þið vitið líklega flest, þá hef ég verið að ljósmynda búsetjuminjar víða land. Og María minntist á hér áðan og svo vinna byrjaði 2002 með þeirri ákvörðun að nota flugvél til þess að rekja forn garðlög sem liggja þvers og kruss allar Þingeyjarsýslur. Þá kom í ljós ýmsar fleiri minjar, fleiri en garðlögin og smám saman þá byggðist upp þekking sem að þróaðist í einhvers konar innsýn í minjalandslag sem ég langar til þess að deila með ykkur hérna á eftir með myndasýningu af því sem að fyrir augu ber. Myndirnar sem ég mun sýna eru allar nýlegar, eða flestallar nýlegar og teknar með dróna, en ég notfæri mér loftmyndir úr flugvél og gervitunglamyndir til þess að finna þessa áhugaverðu staði og fer síðan með dróna til þess að á staðina til þess að mynda þá enn frekar. Gervitunglamyndir eru nefnilega orðnar svo góðar að það má sjá á þeim alveg ótrúlegustu smáatriði. Og sem dæmi er þessi mynd hér. Þetta er mynd af þeim sem að hér talar, tekin úr gervitungli og maðurinn situr á litlum báti út á miðju Mývatni. Báturinn er 4 metrar langur og það er hægt að sjá lagið af bátnum, hann þekkist þessi bátur á myndinni. Maðurinn ekki hins vegar. Það er ekki allir sem gerir sig grein fyrir því hvað gervitunglin eru orðin nærgöngul. Fyrsta myndin af fornminjum er þessi hér. Hún er tekin í Hegranesi síðastliðið haust. Hegranesi í Skagafirði og sýnir þingstaðinn sem að þar er. Þetta er vorþingstaður, einn af þessum aðal þingstöðum fyrir utan Alþingi. Og það er svo skrítið með þessa þingstaði, þeir eru víða sýnilegir en þeir eru lítið rannsakaðir, það eru nánast engar skriflegar heimildir til þá, menn fóru ekki að skoða þá fyrir seint á 19. öld og voru í mesta basli með að átta sig á því hvað varðar. Og það er ekki fyrir allra síðustu árum sem hefur eitthvað verið farið að grafa í jörð til að sjá hvað þetta raunverulega er. Það sem við sjáum hérna lengst til vinstri er kirkjugarður. Alls ekki þing. Menn héldu að þetta væri dómhringur hérna í gamla daga, en það veit enginn hvað dómhringur er. Þetta reynist vera kirkjugarður og þetta er kirkjan hérna í miðjunni og hann er kirkjugarðurinn sjálfur er frá því fyrir 1100, hringlagarðurinn aðeins yngri. Síðan sjáum við þessar tóftir sem leikja þarna eins og raðhús, samtengdar tóftir. Þetta telja menn vera einkenni á þingstöðum. Þetta sést víða þar sem eru staðir þar sem gruna hafa verið haldin þing eða beinlínis heimildir til það. Svo eru tóftir stakar sem eru utan með þessu, eins og þessi sem er hérna fremsta myndinni. Hún er það mikil sig, hún er upp á hálfgerðum bæjarhól og mann grunar að þetta sé alls ekki þingbúða tóft heldur einhvers konar bæjarhús. Þetta vitum við ekki ennþá. Svo er þessi garður sem að liggur þarna hluta til ofan á kirkjugarðsvegnum og í kringum þingbúða tóftina. Þetta er áreiðanlega túngarður, einhvers bæjar sem menn vita ekki alveg Það er verið að rannsaka þetta þessi árin. En þá eftir að greiða úr allir þessari flækju, þannig að þarna er mikil saga komin á einum punkti. Hérna erum við komin annað á annan stað. Þarna sjáum við 3 algengustu minjarnar sem menn sjá úr lofti. Það eru þessi beinu garðar sem oft eru á landamerkjum eða ofan við bæi. Það eru gerði,
sem að geta verið mismunandi í laginu og misstór og svo tóftir sem að geta verið að bæjarhúsunum sjálfum eða einhvers konar útihúsum. Þetta muni vera útihús sem að sjást þarna. Þetta er svona þúfna landslag í lyngmóa. Það er ekkert gras á þessari mynd sem þýðir bókstaflega að þetta er mjög gamalt og ég myndi ætla að þetta væri 900 til 1000 ára gamlar minjar sem við erum að sjá þarna. Það er engin áburðaráhrif í þessu landslagi. Þau eru öll horfin fyrir löngu. Við sjáum aðeins ummerkjum mannaferðir neðst í vinstra horninu á þessari mynd. Við sjáum að þúfnamunstrið þurrkast út. Það er einhvers konar uppleiðsla á lífrænum efnum út af taði, torfi eða áfoki einhvers konar bendir til einhvers konar umgangs manna eða skepna. Hérna erum við komin upp á Fljótsheiði í Suður-Þingeyjarsýslu. Þetta er einn af þessum löngu, stóru görðum sem liggja eftir endilangri heiðinni. Aftur alveg samgróið í landslaginu, engin áburðaráhrif, ekkert gras, bara lyng og hrísmói. Mjög gamalt. Við vitum reyndar að þetta er hlaðið á 10. öld. Þetta er meira en 1000 ára gamall garður sem þarna liggur. Þessir garðar eru engin smásmíði, þeir liggja fleiri 20 kílómetra þarna upp á heiðinni. Það sjáum við eftir þessum sama garði endurlöngum, við sjáum að hann hverfur þarna á kafla, hluti á honum hefur fokið burtu eða skolast burtu með leysingavatni. Það er algengt að garðarnir hverfi svona. Svo sjáum við þvergarð hérna neðst á myndinni. Það er ótrúlegt þetta garðalandslag á Fljótsheiðinni, það er vel þess virði að gera sér ferð þarna upp á til þess að skoða þetta. En það þarf góða birtu til þess að sjá þetta, góða skugga í landinu, morgun birtu eða síðdegis birtu. Annars sjá mann þetta illa. Og þegar maður kemur nær þessum görðum, eins og hérna á Hofstaðaheiðinni í Mývatnssveit, þá sér maður hvað þetta er stórt. Þetta er jeppafar sem er þarna við hliðin á manninum sem stendur þarna. Garðurinn svona 6 til 7 metra breiður eins og hann er núna. Hann hefur ekki verið svo breiður þegar hann var hlaðinn upphaflega, en hann hefur hlaðið utan á sig. Bæði hefur hann hrunið og svo er hleðst utan á hann áfok með tímanum og þann breikkar. En það sem maður sér best er ekki garðurinn sjálfur heldur rásirnar sikkurum megin þar sem efnið í hann hefur verið tekið og vatn hefur síðan grafið út með tímanum. Á Suðurlandi eru svona garðar líka. Sá þekktasti er á Garðskaga og Garðskaginn er kenndur við. Við sjáum þarna gamla þjóðveginn á Garðskaga, milli Garðs og Sandgerðis og bílinn þar og þetta er bútur af þessum garði. Hann er líka svona stórfenglegur, myndi ég segja. Það sem að einkennir þessa garða er að þeir mynda ekki bara langar ræmur á heiðunum, heldur mynda þeir hólf. Það eru þvergarðar niður ofan af heiðunum og niður á milli bæja og niður í ána sem að rennur þá í dalnum fyrir neðan. Og þegar maður fer að kortleggja þetta þá sér maður að þessi hólf eru með bæjartóftum inn í miðjunni. Þetta eru landamerkjagarðar sem eru á Norðurlandi minnsta kosti með 1100 metra millibili. Það er bæjarleiðin í fornöld. Hún er miklu lengri í dag, hún er 2 kilometrar í dag en þannig er hún 1100 metrar. Það var þéttbýlla á landinu í fornöld. Og við sjáum
yfirleitt inn í þessu hólfi túngarð og ef við gáum vel þá finnum við líka bæjartóftirnar. En oft þá finnum við ekki bæina eða vitum ekki af þessum bæjum en við sjáum garðana í kring. Og ef við getum kortlagt þessi garðlög þá erum við leið að kortleggja bæina, bæjarröðina meðfram ánni og þannig hefur mér tekist að finna mjög marga, einhverja tugi af fornaldarbæjum sem enginn vissi áður. Bara með því að fara í miðjan ferhyrninginn og líta vel í kringum mig. Og við sjáum líka garðarslitur á handan árinnar og getum ímyndað okkur hvernig það var þeim megin og það er hægt að reikna mjög auðveldlega ef maður finnur bara einn garð að reikna út eða alla bæjarröðina í dalnum eða jafnvel í héraðinu með þessu móti. Þannig að þetta opnar alveg nýja leið til þess að kortleggja fornminjarnar. Hérna sjáum við þennan túngarð sem er inn í hólfinu. Hérna áður fyrir hélt maður að þetta væri einhver kotbýli og það er svona algengt að menn halda í það að þetta sé einhver kot sem hafi verið byggð út frá bæjum sem ennþá er í byggð, en það er ekki. Þetta eru bæjarstæði þessa fornaldar bæja og þau geta verið oft inni á miðjum jörðum annarra bæja í nútímanum af því að landamerki hafa færst til og bæjar þéttleikinni minni byggðin hefur grisjast. Þetta er tekið í Svarfaðardalnum og það var einmitt með þessu móti sem að ég fann eitt fornbæ, ég ætla að sýna ykkur hann seinna. Þessi garðar voru stór mannvirki. Þeir náðu meðalmanni í öxl og þar sem þeir lágu þjóðbraut þvera, þar voru hlið sem var faðmur og alin á lengd eða breidd og trégrind á járnhjörum og það átti að vera hægt að opna þetta af hestbaki. Þetta var í lögum, svo þetta eru stæðileg mannvirki, mikil mannvirki. Og við erum að tala tímabil sem að stóð mjög stutt, sem ég kalla Garðlagsöld, er hluti af þjóðveldisöldinni, fyrri hluti hennar, frá því 950 til ca. 1150. Það er óljóst hvenær þetta hverfur, það er erfitt að aldursgreina það hvenær garðarnir hverfa úr notkun. Þessum kerfum fer að hnigna strax í kringum 1100 og jafnvel fyrr. Það er hægt að halda þeim við. En við erum að tala víkingatíman og tímabilið eftir, ekkert löngu eftir landnám. Hér er dæmi fornaldar skála sem að ég fann fyrir 2 árum síðan, eða 1,5 ári síðan, í Svarfaðardal með því að nota þessa aðferð að fylgja garðlögunum og rekja hólfaskiptingu þeirra, fara inn í miðjun á hólfinu og leita. Og þegar maður er komið með drónan og lyftir hann upp, þá blasir hann við, en frá veginu sem þarna er þá lítur þetta út eins og hver annar hóll. Man grunar ekki að upp á honum sé stór skálatóft. Og af því að við vitum að þetta er á garðlaga tímanum og við höfum fundið aðra tóft á Fljótseiðinni, utan í Fljótseiðinni, upp í brúnina á henni, fyrir ofan Vestmannsvatn. Líka inn í svona garðlaga hólfi þá getum við svona áætlað að þetta séu bæir og garðlög frá sama tíma. Þessi bændur sem að þarna bjuggu og hafa kannski hitt svarfdælska bóndan á Þingvöllum við Öxará. Þessi bændur hafa vel getað þekkst. Og til að geta sett þetta aðeins í samhengi við nútímann þá sjáum við hérna bæjartóftir eins og tóftir af bæ frá 19. öld. Þið sjáum að þetta eru allt öðruvísi tóftir. Þetta eru ekki skálar, einfaldir skálar,
eins og voru byggðar á víkingaöld, heldur gangabæir, hrúga af litlum húsum, kannski ekki burstabæir allt saman en eitthvað í líkingu við það. Og þessi garðar sem þið sjáu þarna, þessi hólf framan við bæinn eru kálgarðar. Þessi bær fór í eyði 1899. Annað sem einkennir þennan bæ eru traðirnar sem liggja frá honum og liggja langa leið yfir túnin og niður að þjóðleiðinni sem að lá meðfram ánni þarna fyrir neðan sem að er eystri Rangá. Þessi á Suðurlandi. Svona traðir sjást ekki á Norðurlandi og sjást heldur ekki á fornaldarbæjunum á Suðurlandi. Þannig að þetta er nýmóðins fyrirbæri sem að einkennir þá þessar tóftir sem að eru þetta ungar. Þessa bæi er náttúrulega til fullt af rituðum heimildum og við vitum hverjir bjuggu þar. Hina bæina vitum við ekki neitt nema að þeir eru mjög gamlir. Hérna erum við komin í Kelduhverfi þar sem að er mjög mikið af fornaldarbæjum sem eru vel varðveittir og skrautfjöðurinn þar er á Fremri fjöllum sem er mjög vestarlega í Kelduhverfi. Þarna er skálatóft eða 3 skálatóftir í röð sem er 40 metrar langar samanlagt sem er með því stærsta sem þekkja hér á landi. Ég fann þetta fyrir tilviljun, ég var á gangi þarna, ekki með, fann þetta ekki úr flugvél, heldur bara því ég átti leið þarna. Þetta er óvenju vel varðveitt bæjarstæði, þarna eru útihús allt í kring og garðlög sem liggja þarna þvers og krus rétt við bæjarhúsin. Sjáum við þetta á mynd sem var tekin núna síðastliðið vor. Þið sjáum hvað þetta er stórt, það er maður sem stendur þarna og er drónameistarinn sjálfur. Þessi hús eru líklega frá því í byrjun 11. aldar. Það er þarna smá útskot, svona hliðar útskot sem bendir til þess að það sé aðeins yngra en frá því 1000. Þetta útskot er minna, linsan á drónanum, hún stækkar það svolítið. Ef við skoðum hina myndina og sjáum hvað þetta útskot er í rauninni lítið. Hún er tekin úr meiri hæð. Það sem er sérstakt á þessari mynd er gróðurfarið þarna í kring. Þið sjáu þennan lyngmóa eða hrísmóa sem er þarna allt í kring. En þið sjáuð 2 flekki, ég ætla að benda á það með pílum, sjáu bláu pílurnar benda á svona viðarflekki. Og ég skal éta hattinn minn ef að þetta er ekki öskuhaugar bæjarins sem að kúra þarna undir og hafa áhrif á gróðurfarið með þessum hætti. Rauða pílan bendir á mannin og þessi ljósbrúna píla hún bendir líka á óvenjulegan gróður sem er rétt framan við bakdyrnar á þessum bæ og þarna hafa menn kannski skvett úr hlandkoppunum á morgnana eða eitthvað slíkt. Það er einhver næringarefna mengun þarna sem að hefur þessi áhrif. Þannig að á 1000 ára gamalli rúst eða 900 ára gamalli að minnsta kosti þá getum við lesið alls konar. Og svo sjáum við í bakgrunninum öll garðlögin, þetta sem ég kalla heimagarða. Það eru garðlaga flækjur sem oft eru heima við bæi ef að umhverfið er það vel varðveitt að það kæmist. Víðast hvar er búið að leggja tún yfir svona heimagarðakerfi. En ég er að finna þetta á mjög mörgum bæjum, ekki síst á Suðurlandi núna síðustu misserin. Og
Það veit enginn í rauninni til hvers þetta var. Við sjáum aðeins betur hérna á næstu mynd hvernig þetta lítur út. Þarna bæjartóftin hann ofarlega, hún sést illa, það sést hann að glitta í manninn sem stendur ofan á henni. Fyrirgefðu. Við sjáum garð sem liggur þarna í boga, vinstra megin á myndinni, og svo þessa beinu garða sem liggja frá bæjarlæknum sem að snjórinn liggur í. Og þetta ferhyrndahólf sem að þarna er. Það má ímynda sér að þarna hafi verið heimagæsirnar eða hænurnar eða hvað, grísir eða svín eða hvað sem er. Þetta gæti verið heygarður, þetta ferhyrndahólf sem að skepnum væri svo gefið úr í hólfinn í kring. Við sjáum þetta mjög víða á Suðurlandi, eitthvað í líkingu við þetta, en þetta hefur ekkert verið rannsakað. Við sjáum meira að segja að það er að garðurinn sem er næst okkur, hann er tvíhlaðinn, það er eins og gangur á milli þeirra inn í hólfið. Hérna sjáum við lóðrétta mynd af þessu sama. Þetta er næstum 1000 ára gamalt og stendur svona upp á móanum eins og þetta hafi verið. Nánast skilið við þetta í gær. Og þetta er krúnudjásnið hingað til í þessum fornaldabæjum, þangað til núna fyrir stuttu þegar ég fór að fikra mig yfir á Suðurlandið. Ég var búinn að sjá þetta bæjarstæði hérna á gervitunglamyndum fyrir nokkrum árum, en svo hafði ég tækifæri til að mynda þetta í fyrra. Og þetta er bara heilt fornaldabæjarstæði með öllu. Við sjáum þarna ofarlega til vinstri eru 2 mjög langir skálar, alveg ekta víkingaaldar skálar með engum útskotum sem sjást á yfirborðinu minnsta kosti. Stundum koma þau ekki í ljós fyrir en við fornleifauppgröft, en þarna bólar ekkert á slíku. En þá er ekkert búið að grafa þarna. Við sjáum garðalagi í kringum þetta sem að er mjög þröngt, miklu þrengra heldur en venjulegir túngarðar væru. Við sjáum langan skála hérna neðst á myndinni sem er 25 metra langur líka, sem er í lengra lagi. Hann er mjórri en hinir, þetta gæti verið fjós. Svo eru svona ferhyrndartóftir sem að eru þarna víð og dreif og ég veit ekkert hvað þið er. Þær eru mjög þykkar, þetta gætu verið einhvers konar hús. Það gætu líka verið heygarðar, heygeymslur til þess til að bara geyma hey á veturna. Fremst eða niðri til vinstri þá sjáum við líka stóran og myndarlegan garð sem að gæti verið yngri heldur en þessi bær, en hann er mjög gamall engu síður. Hann er af þessu garðakerfi, hann er af ætt þessara garðakerfa gömlu. Ég hef hvergi séð neitt svona heillegt annars staðar eins og hérna sást ekki á Suðurlandi, neitt þessu líkt. Þessi staður er við Rangá, þetta heitir Árbakki núna, sem er ný nefni á þessum bæ sem áður hét Snjallsteins hjáleiga. Síðar, eða Höfðahjáleiga, og við erum örugglega ekki upprunalegt nafn á þessum bæ. Þessi bæ er miklu eldri heldur en allar hjáleigur og hann er það gamall að þetta gæti verið landnámsbær, en þið sjáu það er ein tóft þarna ofan í annarri, þessi hringlaga tóft sem er ofan á svona skálatóft, bendir til þess að þetta hefur staðið í einhvern tíma. Ég myndi giska á svona 900 og eitthvað lítið. En eins og ég segi, þetta er órannsakað. Hérna sjáum við skálana 2. Hvíta línan þarna er maðurinn sem að tók myndina og mála hann hvítan svo að sjáist betur, bara sem mælikvarða.
Við sjáum hvað þetta er ógreinilegt. Það er nánast ógerningur að sjá þetta á jörðunniðri. Ég þurfti að nota dróna til þess að vísa mér leiðina að þessum tóftum. Það eru stóri skálar 25 metrar langir og þeir eru nánast ósýnilegir á jörðunniðri en eru mjög greinilegir þegar þeir komið upp í loftið. Hér er mynd sem er tekin úr gervitungli 2012. Eftir mikinn storm sem að þá var og á Norðurlandi, þetta er sem sagt jörð með snjó á og snjórinn dregur fram garðlaugin sem að þarna eru í kringum Fornaldarbæinn og við sjáum tóftirnar á víð og dreif sem svona hvíta bletti með svörtum ramma í kring og svo garðlaugin, túngarðar líklega sem að liggja utan þetta og við sjáum að þetta er margfalt kerfi af garðlaugum. Það er erfitt að átta sig á þessu svona, en ef maður fer að teikna ofan í garðlaugin þá sjáum við að þetta er í rauninni að minnsta kosti 3 ef ekki 4 kerfi af garðlaugum. Það er greinilega heilmikil saga þarna. Það er hugsanlegt að bærinn hafi farið í eyði tvisvar, jafnvel 3 sinnum, verið byggður upp aftur. Það er hugsanlegt að garðakerfi hafi verið endurnýjað með þessum hætti eða tískan hafi breyst, menn hafa hætt að hlaða svona afrúnaða garða og farið að hlaða í svona köntuðum stíl. Rauðu hringirnir stóru eru svona alvöru bæjarhólar, litlu rauðu deplarnir eru tóftir sem að ég held að sé af seljum. Þannig að það hefði verið seljabúskapur öld fram af öld, líklega eftir að bærinn fór í eyði sem að var mjög snemma og þetta sé uppsafnaða tóftir á mjög löngum tíma og einhverjum tímapunkti einhver þessara selja hafi verið afgirt með þessum gula garði sem að þarna er en hitt séu túngarðar. Svona lítur þetta út á jörðunniðri eða þar sem með dróna og við sjáum að þetta eru margfaldir garðar sem eru hlaðnir á mismunandi tímum. Sá ysti lengst til hægri er sennilega elstur, hann er útflattur. Þetta eru haustlítirnir sem að sjást og svo er bæjarhóllinn þarna til vinstri grasi vaxinn. Og ef maður horfir á þetta lóðrétt með þessum dróna þá sjáum við hvernig þetta er. Við sjáum móan, við sjáum berjalingi, þar sé að rauði liturinn er bláberjaling sem er í haustlitum. Við sjáum sinulitaðan flekk sem að er þá jörð sem að hefur orðið fyrir áhrifum á síðastliðnum 200 árum kannski. Og við sjáum grænan flekk í miðjunni sem bendir til þess að þarna hafi verið einhver búskaparumsvif á bara síðustu öld og líklega beitarhús sem að er nýmóðins fyrirbæri og þar sem menn höfðu fé á beit á veturna. Sennilega leitar fé þarna ennþá á þennan stað og heldur við þessari næringarefna mengun sem þarna er. Þannig að bara með því að horfa á svona þá getum við að lesa talsvert í söguna. Við erum með eiginlega Íslandssöguna þarna á einu bretti. Að þessari mynd. Grasið hérna neðan til á myndinni er bara því að við erum að koma þarna nær dalbotninum, nær ánni sem að rennur í dalbotninum. Og svona margföld garðakerfi sjáum við mjög víða. Hérna er bærinn Brenna, eða ég veit ekki hvort bærinn hét það, en bæjarstæðið er kallað það. Fornaldarbær í Mývatnssveit. Við sjáum þarna allavega fjórfalt garðlag og ysti garðurinn er greinilega sá elsti. Og þarna getur maður alveg hugsað sér að bærinn hafi farið 4 sinnum í eyði bókstaflega. Og það gæti endurspegla einhvers konar mannfjöldaþróun að fólki hafi fjölgað, fleiri bæjarstæði farið í byggð og síðan hafi jaðarbyggðirnar farið í eyði þegar fólki fækkaði og síðan
hafi bæirnir verið að endurspegla eða búseta á þessum bæjum endurspegla hreinlega bara mannfjöldaþróun í landinu. Og ef svo þá mjög mikil saga þar sem að við höfum ennþá eiginlega engar heimildir ennþá. Engar heimildir nema þá þessar. Ennþá á eftir að reyna að aldursgreina þetta til þess að rekja þessu sögu að einhverju marki. Þetta mynstur sjáum við eiginlega allstaðar sem svona fornaldarbæir eru alltaf margfald garðlög og það oft augljóst að þetta frá mismunandi tímum, eins og hérna þá liggja garðlögin í kross, þannig við erum að tala búsetu með einhverju hléi á milli, eða það hugsanlegt að þetta endurspegli lagaákvæði. Menn hlóðu túngarða á þjóðveldisöld. Þeir féllu úr notkun og síðan var sett í lög 1281 með Jónsbók að þá áttu allir að hlaða túngarða. Það getur vel verið að yngstu garðarnir séu frá 13. öld. Þetta ókanna mál ennþá, þannig það svona ein tilgátan að yngstu garðarnir séu frá 13. öld þó það sé ólíklegt í mörgum tilfellum vegna þess að þessi bæjarstæði virðast ennþá eldri heldur en það. Hérna sjáum við svona tvöfalda garðlag þar sem að tískan hefur breyst, greinilega talsverður aldursmunur en hvort tveggja mjög fornt. Þessi bær við Másvatn, fyrir ofan Reykjadal, alveg greinilegur tímamunur á þessum garðlögum. Og þegar við komum á Suðurland þá sjáum við ekki ennþá þessi löngu garðlögs upp á heiðunum. Það náttúrulega ekki mikið af heiðum þar en það landamerkjagarðar á milli bæja ekki vel sýnilegir, kannski vegna þess að landamerkin út í mýrum og garðarnir getur verið sokknir í mýrarnar. En þetta það sem við sjáum í staðinn. Við sjáum svona heimagarða þó nokkuð víða og þó nokkuð víða bara mjög vel varðveitt. Þetta á Móeiðarhvoli, skammt frá Hvolsvelli. Þetta líka og örin þarna uppi, hún bendir á stóra Skálatóft sem gæti reynda verið fjós líka. Þetta eiginlega byggt saman, tóftin og garðarnir. Þannig að þetta á heima. Þetta mikið ævintýraland í raun og veru þessar minjar vegna þess að það svo mikið samhengi í þeim. Þetta í Landeyjum, það mikið af svona hólfum, litlum gerðum, oftast ferhyrndum, sem mynda einhverja klasa og enginn veit hvað Hérna sjáum við slíkt, þetta heita línakrar. Það ekkert sem bendir til að það sé réttnefni en nafnið þarna engu að síður. Þetta í landi Bergþórshvols sem þarna í bakgrunni en hefur ekki verið það í fornöld þegar þetta var gert. Heldur tóftir af bæ sem þarna miklu nær. Þannig að þetta einhvers konar heimagarðakerfi sem getur svo sem hafa verið hvað sem mjög fornt, það búið að aldursgreina þetta. Til að sýna ykkur hérna aðeins aftur norður í landi. Þetta Laxá í Aðaldal og hér heiðin, Hvammsheiðin í forgrunni með lyngi vaxin með hauslitum. Það garðlag sem liggur í áttina ánni og í bakgrunninum skógræktarreitur og þar bæjartóftir sem við sjáum hérna í lóðréttri mynd og þarna sjáum við neðst skálatóftir sem dálítið sérkennilegar, það tvöfaldar. Svona skálatóftir sé ég aðeins í Þingeyjarsýslum, ég sé þar á þó nokkrum stöðum. Það stórar, þetta stór bær. Það ekki víst að
þetta séu hús hvort tveggja, þetta geti verið hús og heygarður byggður meðfram því, en það hefur aldrei verið grafið í þetta, en þetta einkenni fyrir Þingeyjarsýslur. Ég held að tóftirnar sem eru ofar og nær ánni séu yngri. Ég er ekkert fyrir mér í því annað en bara lögun þeirra. Þið sjáu þetta, þarna eru tóftir sem mynda klasa og einkenna síðari tíma byggð. Ég held að þetta séu mjög merkilega tóftir vegna þess að þarna er mikil byggðarsaga eða svona byggingarsaga. Það er skipt úr einu byggingarlaginu í annað og hugsanlega eru að sjá þarna þróun yfir í seinni tíma byggingarlag, þar sé að ganga bæina sem að síðan einkenndu byggðina í mörg þúsund ár. Þetta segir svona án ábyrgðar, þið segið engum. Það hefur ekkert verið grafið í þetta en þetta er greinilega óvenjulegt. Þetta er nú mynd til að minna á það að margar af þessum minjum sem ég hef verið að sýna eru í hættu. Það eru nálægt byggð, það eru nálægt stöðum þar sem menn eru að stækka túnin sín eða ræsa fram votlendi eða planta trjám. Þannig að það þarf svolítið að vera á tánum og fylgjast vel með þessu. Það er vert að minna á það að allar svona minjar eru friðaðar með lögum. Ég hitti einu sinni konu sem að sagði mér að hana langaði svo til að grafa í tóftina sem að var í landareignin hennar af því hún hélt hún geti fundið í henni gamla eldavél. Og ég sagði henni það sem að ég myndi nú vilja líka segja ykkur að það er náttúrulega alveg harðbannað að grafa í þetta en þó menn gerðu það þá er ekki von til þess að finna neitt í raun og veru. Það er engir gripir á svona stöðum sem menn grafa upp. En finna í mesta lagi kannski eina perlu á stárfi títuprjónshaus eða gamalt brýni. En það er aðeins á færi fornleifafræðinga og aðeins fornleifafræðingar sem hafa í rauninni leyfi til þess að grafa í svona minjar og það er aðeins þeir sem að geta séð eitthvað út úr þeim. Hér er eldgömul tóft upp í heiði, ekkert mjög langt frá mjög gömlum bæ, en þið sjáu hvað svona tóftir geta verið samgrónar landinu. Þetta er svona þingeyskur fléttumói. Það er ekki bara veggirnir á tóftinni sem að skera sig úr, það er líka lægðin í kring. Þið sjáuð að landið er aðeins sokkið þarna í kringum tóftin og það er það sem efnið eða torfið í tóftina hefur verið tekið. Það er oft gott að hafa þetta í huga með að skoða tóftir út í náttúrunni að það er oft þessi dokk í kringum tóftina sem að er ekkert minna greinilega heldur en tóftin sjálf. Hérna sjáum við tóft sem að fornleifafræðingar hafa grafið upp. Já, ég er að vera búinn með tímann. Ég ætla rétt að renna yfir þetta í fljótheitum, ég er alveg að verða búinn. Hérna er tóft sem hefur verið grafin upp á fornleifafræðingum. Þið sjáu hvað kemur út, þið sjáu veggina sem upphaflega voru hlaðnir og sjáu hvað dyrnar standa. Þetta sjáu þið minjar sem að ég ætla nú ekki að tala en bara sýna ykkur. Þetta er gömul kolagröf, þar sem gerðu til kola í gamla daga. Maður finnur mikið af þessu. Maður finnur mikið af selsrústum þegar það kemur upp í fjöllin. Hérna er ein sem er reyndar í byggð með hring utanum, þrískipt tóft, mjög lítil. Þið sjáu bílinn þarna og veginn til samanburðar. Það er erfitt að greina þetta í móanum. Ég fann þetta bara fyrir tilviljun. Hér er mjög stór tóft upp á fljótsíðinni sem er sennilega gömul rétt og lítur alls ekki út eins og réttir líta út í dag. Mikið að minjum allt í kring,
þjóðbraut, almannavegur yfir heiðina og garðlög. Þessi rétt aldursgreind, hún eldri en 1300 allavega. Og svo hérna síðustu myndirnar að lokum og það er annar þingstaður. Þetta er þingstaður sem ég fann fyrir tilviljun með því að horfa út flugvélaglugga á leiðinni til Húsavíkur. Þegar þangað var flogið á sín tíma. Þetta er í Skuldaþingsey í Þingey. Þetta er þingstaður sem hafði fallið í gleymsku alveg og þurfti eiginlega að endur uppgötva. Og þið sjáu hvað hann er ólíkur þingstaðnum í Hegranesi. Stakar tóftir út allt. Mjög lítið af sambyggðum tóftum, það eru ekki nema 3, þið sjáu þær hérna, 2 hérna. Það er ekkert búið að byggja ofan í þetta, engin bær, engin kirkja, engin túngarður, bara þessi þingstaður og allt öðruvísi heldur en þingstaðurinn í Hegranesi. En við höldum enga síðar að þetta sé þingstaður, hérna heitir Skuldaþingsey. Það er eina heimildin sem við höfum í rauninni að það sé yfir höfuð til. Þetta síðasta myndin, þarna er garðakerfið eins og það lítur út í Þingeyjarsýslunum. Takk fyrir. Já, þakka kærlega fyrir, Árni. Þetta er allt mjög áhugavert finnst mér. Ég er svolítið forvitin, mér langar svo að vita hvernig þetta byrjaði hjá þér. Hvað var til þess að þú fórst að rannsaka þetta? Já, ég veit ekki hvort menn heyra spurninguna. Það er spurt hvernig þetta byrjaði allt saman. Og hvað var til þess að ég fór að rannsaka þetta? Það er náttúrulega þetta á sér langan aðdraganda. Þetta hófst eiginlega með því að það voru fornleifafræðingar sem fóru að vinna þarna á þessu svæði þar sem ég var að vinna við Mývatn. Fóru að grafa upp bæinn á Hofsstöðum og fleiri bæjartóftir hérna á svæðinu, þannig ég fór svona kannski að gefa þeim meiri gaum sem að var því sem var þarna að sjá í kring og sá þessi garðlög og það tók mér svolítið tíma að átta mig á því að þau væru mjög gömul. Það væri ekki eitthvað bara frá síðustu öld, heldur væri þetta mjög gamalt. Og það bara kviknaði einhvern veginn á perunni, þannig ég fór svona að rekja þetta hægt og rólega, ganga eftir þessu. Á þeim tíma var alla búið að finna upp GPS-tæknina. Þetta var fyrir aldamótin og ég fór að reyna að setja þetta á kort og þetta vatt upp á sig smátt og smátt. Smátt og smátt líka flæktust fornleifafræðingarnir sjálfir inn í þetta og úr varð verkefni sem að við unnum saman. Ég var að rekja garðana úr flugvél og með ýmsum leiðum með því að ganga þetta langar leiðir á heiðum uppi. Og þeir sáu svo að grafa í þetta og aldursgreina, sjá hvernig þetta hafði verið byggt og reyna að tengja þetta saman allt saman. Og þetta tók einhvern veginn, þetta tók allt saman mjög mörg ár. Þessu verkefni lauk ekki almennilega fyrir bara síðasta ári. Já, takk fyrir það. Hér er spurning frá Fríðu Björgu. Eru einhverjar kenningar af hverju það voru byggðir svona háir og miklir garðar á garðöldinni? Það er spurning hérna. Viltu endurtaka, María? Já, fyrir þá sem eru út í bæ, það eru nokkrir starfsmenn Náttúrufræðistofnunar sem að sitja hjá Árna og hlusta á hann. En ég ætla að við skulum taka fyrst þessa sem að ég bar upp frá Fríðu. Eru einhverjar kenningar af hverju það voru byggðir svona háir og miklir garðar á garðöldinni? Já, það spurt hvort það séu kenningar það hverju menn byggðu háa og mikla garða á garðöldinni. Það eru kenningar þannig séð að
þeir sem hingað komu, þeir komu úr löndum þar sem að þetta var alsíða að girða landið. Og þannig það má kannski spyrja af hverju girtu menn ekki, af hverju hættu menn að girða landið. Það er mjög erfitt að svara þessu í svona einhverjum ákveðin hátt. Við sjáum að garðakerfin rísa á mjög stuttu tíma í kringum 950 og það er mjög freistandi að tengja það við lagasetningu þjóðveldisins, það er sér Grágásarlögin, því að þau fjalla svona garðlög mjög ítarlega. Það eru settar kvaðir á fólk að girða landið, þó þannig að menn þurfi ekki að girða nema nágranninn krefjist þess. Þannig að ef að nágranninn vill að þið girði, þá neyðistu til að girða með honum. Og leið og svoleiðis vinna fyrir í gang, að þá verður svona dómínóeffekt, það vilja allir girða vegna þess að ef annar nágranninn krefst þess, þá er nágranni hinum megin við þig líka sem að þú hefur þá ekki, þess að ef nágranninn krefst þess að þú girðir, þá verður að gera það. Og þá hefur þú ekkert gagn að girðingunum nema þú klárir að girða landið þitt. Og þá verður að fá nágrannaðinn hinum megin til þess að girða á móti þér, þannig að þetta vindur upp á sig, þannig að það er mjög fljótt sem menn girða alla bæjarröðina upp með ánni. Þetta er nú yfirleitt í einhverjum dölum sem menn að gera þetta. Síðan veitum við ekki hvað gerist. Það verða mikla landbreytingar, jarðvegurinn fer að færast til í kringum 1200, þá er farið að bera á jarðvegsrofi. Bæjarskipanin riðlast, það er greinilegt, og það getur vel verið að landamerkin hafa orðið úrelt og þannig að garðakerfið bara úreltist hreinlega. Og þegar það kemur, þá er ekki forsendur til þess að efnahagur eða aðra forsendur til þess að girða upp á nýtt. Þannig í mörg hundruð ár þá sem sagt var ekkert girt, nema hugsanlega í kringum það þegar Jónsbókar er lögfest 1281, þá er sett svo kvöð að girða í kringum tún sín, fyrirgefðu. Það var spurning úr sal, var það ekki, Árni, hjá þér? Jú, það var Kristinn Haukur. Kristinn. Það er nánast ekki, það er spurt Fnjóskadal og Bárðardal, hvort að þar sé ekki garðlög. Það eru garðlög í Fnjóskadal, þau hafa ekki verið kortlögð og ástæðan er svo að það er erfitt vik. Það er erfitt að koma af stað þessu í flugvél til þess að mynda það og það hefur orðið útundan þess vegna. Í Bárðardal eru flest garðlög aðeins örfáar slitrur. Það hafa greinilega verið garðlög þar en þau eru nánast öll horfin. Austur hlíðar Bárðardals eru mjög illa farnar af landeyðingu og vesturhlíðarnar eru líka það brattar að það er ekki líklegt að garðlögin hafi haldist þar við til lengdar. En þannig er þetta mjög víða land. Við höfum ástæðilegt að svona garðlög hafa verið allan Eyjafjörð, í Skagafirði, Húnavatnssýslu. Við sjáum svona slitur hér og þar sem leitað er, en þetta er mjög illa farið land. Dalasýslan og Húnavatnssýslan er til dæmis mjög illa farið land. Já, klukkan er nú orðin 4 en ég er samt með 3 spurningar hérna sem að mig langar að fá að klára. Það er Rannveig Magnúsdóttir sem að segir takk Árni fyrir frábært erindi, þetta er ótrúlega spennandi. Er á dagskrá að grafa eitthvað af þessu upp?
Ég hef spurt hvort það sé að dagskrá að grafa eitthvað af þessu upp. Svarið er nei, það er ekki á dagskrá að gera það. Það er stórmál að fara í svona alvöru fornleifa uppgröft á þessum bæjum. Það treystir sér enginn í að gera það nema að hafa til þess styrki til nokkura ára og það hefur ennþá ekki verið sótt það. En það eru vissulega þarna bæir sem eru mjög góði kandidatar í svoleiðis vinnu. Bæði þessi Markvöldu Garðlög og þessi 2 bæir sem ég nefndi, Fremrifjöll og Snjallsteinshöfða hjáleiga eða Árbakki, eru bara ótrúlegir. Og svo Garðlögin á Suðurlandi, þau eru mjög lítið könnuð hvað aldur snertir. Sama Rannveig, hún spyr og vísar í þessa mynd sem síðustu myndina að það sé rauður punktur fyrir neðan K-ið í Kelduhverfi. Veistu hvað það gæti verið? Rauði punkturinn fyrir neðan K-ið í Kelduhverfi á þessari mynd. Það spurt hann, þetta eru rústir sem eru á Þeistareykjum. Það eru mjög mikla rústir á Þeistareykjum sem eru mjög gamla, það eru skálarústir allnokkrar og það eru líklega rústir af 2 bæjum þar. Og þá er það Kristín sem spyr, ættu garðarnir ekki að vera skráðir á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna? Kristín spyr hvort að þetta ætti ekki að vera heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna. Svarið já, mér finnst það. Allavega stór hluti af þessu. Garðakerfin á heiðunum, Fljótsheiðin, Hvammsheiðin og Laxárdalurinn og alveg upp í Mývatnssveit alveg efni í svoleiðis. Ég veit ekki alveg hvernig það passar inn í forsendur heimsminjaskrárinnar, hvort að það lítur öllum þeim reglum sem að þar gilda. Ég hef stungið upp á því að minjarnir í Kelduhverfi sem þið sjáið á þessari mynd, þannig austast í Kelduhverfi, það eru alveg heil byggð af fornaldabæjum, mjög vel varðveittum. Þeir eru allir utan alfaraleiðar. Mér finnst sjálfum að þarna eigi að huga því að reyna að koma þessu á. Mér finnst það eiga erindi á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna. Ekki síst vegna þessara jarðfræðilegu aðstæðna sem þarna eru. Við erum þarna í eiginlega framhaldinu af Gjástykki, framhaldinu af gjánum sem að tilheyra Kröflueldstöðinni. Bæirnir þarna standa í Sigdal sem að afmarkast af þessum gjám. Þetta er meira og minna vatnslaust svæði, en það þurfti að skríða ofan í gjár eða safna rigningarvatni til að geta búið þarna. En þarna hefur verið mikil byggð og við sjáum ennþá göturnar á milli þessara bæja meira að segja. Þannig að þetta hefur verið samtíma byggð. Er einhver spurning úr salnum hjá þér, Árni? Spurning úr sal, fleira? Ekkert. Nei, heyrðu, þá bara þakka ég þér aftur innilega fyrir.